Kæru vinir, við erum komin hér saman í dag í Reykhólakirkju til kveðjustundar. Við munum í sameiningu með bænum, tónlist og minningarorðum kveðja hjartkæra samferðakonu okkar, Halldóru Játvarðardóttur, Lóu ykkar. Með innilegu þakklæti fyrir allt það sem hún gaf með lífi sínu. Því miður gátu ekki allir sem hefðu viljað verið með okkur hér í dag og ég flyt nú kveðjur þeirra. Rósant Grétarsson sendir aðstandendum Lóu innilegar samúðar kveðjur og þakkar Lóu fyrir góð kynni í gegnum árin. Lóa Guðrún sendir fjölskyldunni hlýjar samúðar kveðjur og kveður kæra nöfnu sína, eins og Lóa kallaði hana alltaf, með hlýju þakklæti fyrir góðar minningar. Elsku Lóa, við vinkonurnar erum einstaklega þakklátar fyrir að hafa fengið að kynnast þér og munum minnast þín með mikilli hlýju í hjarta. Aðstandendum sendum við okkar innilegustu samúðar kveðjur og óskum þeim styrk í sorginni. Blessuð sé minning þín. Kær kveðja Hrafnhildur og Gréta. Matthías Óli sendir kærar kveðjur og þakkar fyrir aðstoðina og þolinmæðina við uppeldið á grísunum og gæsunum. Við skulum nú signa okkur og sameinast í bæn, í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Guð kærleikans, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbyttnum huggun og hinum deyjandi líf, hjálpaðu okkur að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Við biðjum þig að blessa þessa kveðjustund og okkur öll sem hér komum saman til þess að kveðja Lóu. Í Jesú nafni. Amen. Ég les fyrir okkur úr orðskviðunum. Dugmikla konu, hver hlýtur hana? Hún miklu dýrmætari en perlur. Hjarta manns hennar treystir henni og ekki lát á hagsæld hans. Hún gerir honum gott og ekkert illt alla ævidaga sína.
Hún sér ull og hör og vinnur fúslega með höndum sínum. Hún örlát við bástadda og réttir fram hendurnar móti snauðum. Þannig hljóðar heilagt orð. Amen. Lækur tifar léttum á steina, lítil fjóla grær við skriðu fót. Bláskel liggur brotinn milli hleina, í bænum hvílir ítur vaxins nót. Ef ég væri orðin lítil fluga, ég inn gluggann þreytti flugið mig. Og þó ég ei til annars mætti duga, ég eflaust gæti kitlað nefið þig. Ó, ég eflaust gæti kitlað nefið þig. Ef ég væri orðin lítil fluga, ég inn gluggann þreytti flugið mig. Og þó ég ei til annars mætti duga, ég eflaust gæti kitlað nefið þitt. Ó, ég eflaust gæti kitlað nefið þitt. Ég les úr fyrra bréfi Páls til Kórinthumanna, óðinn til kærleikans. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekkingu, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Kærleikurinn langlyndur, hann góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, ekki langrækinn. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Þannig hljóðar heilagt orð. Amen. Verja leit
Við skulum rísa á fætur ef við treystum okkur til. Við heyrum heilagt guðspjall sem skrifað stendur í Matteusar guðspjalli. Þegar Jesús sá mannfjöldan, gekk hann upp á fjallið. Þar settist hann og lærisveinar hans komu til hans. Þá hóf hann að kenna þeim og sagði: Sælir eru syrgjendur, því að þeir munu huggaðir verða. Sælir eru hógværir, því að þeir munu jörðina erfa. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu saddir verða. Sælir eru miskunnsamir, því að þeim mun miskunnað verða. Sælir eru hjartarhreinir, því að þeir munu Guð sjá. Sælir eru friðflytjendur, því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Þannig hljóðar heilagt guðspjall. Amen. Ó, hve gott á lítillinn, leika frjálst hlíð og dal, líða áfram létt sem hinn, líta alltaf nýja mynd. Hvísla ljóða grænni grein, glettast ögn við lítil blóm, lauma kossa á kaldan stein, kastast áfram tær og hrein. Ég vildi að ég væri eins og þú og vaka gæti bæði dag og nætur, þá öllu skyldi kveða óðum unað ást og trú sem aldrei bregst en hugga lætur. Já, ef ég mætti lifa eins og lindin silfurtær sem lög á sína undrastrengi slær. Hvísla ljóða grænni grein, glettast ögn við lítil blóm, lauma kossa á kaldan stein, kastast áfram tær og hrein. Ég vildi að ég væri eins og þú og vaka gæti bæði dag og nætur, þá öllu skyldi kveða óðum unað ást og trú sem aldrei bregst en hugga lætur. Já, ef ég mætti lifa eins og lundin silfurtær
Náð sé með okkur og friður. Í orðskviðunum áðan heyrðum við lesið hina dugmiklu konu. Þar var henni lofað, ekki aðeins fyrir það sem hún gerir, heldur einnig hvernig hún lifir. Líf hennar byggt á trausti, trúmennsku og ábyrgð. Hún vinnur með höndum sínum, en styrkurinn sem í henni býr kemur frá Guði. Í þessum orðum sjáum við hvernig Guð heiðrar hið daglega líf, hina hljóðu þjónustu, umhyggjuna og trúfesti sem oft fer fram í kyrrþey. Orðin má spegla í lífi Lóu sem var sínum nánustu afar kær. Kletturinn þeirra og örugt athvarf, því þau vissu að hjá henni ættu þau skjól og hún sýndi í verkum kærleika sinn. Engin leið með stuttum minningarorðum að segja frá öllum hliðum mannesku. Öll þekktu þið Lóu á ykkar eigin hátt, sem móður, ömmu, systur og vinkonu, og hjá ykkur sitja eftir minningar sem ykkar að varðveita. Halldóra Játvarðardóttir, eða Lóa, eins og hún var alltaf kölluð, fæddist hann 2. október árið 1942 í Reykhólahreppi. Foreldrar hennar voru Játvarður Jökull Júlíusson, fæddur og uppalinn á Miðjanesi, og Rósa Halldóra Hjörleifsdóttir, fædd á Ólafsvöllum á Skeiðum og uppalinn á Fagurhólsmýri í Öræfum. Þau eignuðust saman 7 börn og var Lóa önnur í röð í sínum systkinahópi. Systkini hennar voru Helga, Ámundi Jökull, Sigríður Hjörleif sem látin, Jón Atli, Þórunn sem látin og Sigríður María. Æskuheimilið á Miðjanesi var hefðbundið sveitaheimilið þess tíma, þar sem stundaður var blandaður búskapur. Verkefnin voru ærin, enda heimilið stórt og þurftu börnin að taka þátt í bústörfunum eftir því sem aldur og geta leyfðu. Þar lagði Lóa sitt af mörkum, enda hafði hún alla tíð mikinn áhuga á dýrum og sveitastörfum. Lóa lauk grunnskólaprófi frá barna- og unglingaskólanum á Reykhólum. Hún var fús til að afla sér þekkingar og sótti ýmis námskeið og tók meðal annars meirapróf. Lóa giftist eiginmanni sínum, Vilhjálmi Sigurðssyni, þann 27. desember 1963. Vilhjálmur var fæddur árið 1932 í Straumi í Garðahreppi. Þau hófu sinn búskap í Hafnarfirði, en dvölin þar varð skammvinn, því vorið 1964 keyptu þau hálfa jörðina á Miðjanesi og tóku þar við búskap ásamt foreldrum Lóu. Lóa og Vilhjálmur eignuðust saman 3 börn. Þau eru í aldursröð: Sigrún Rósa, fyrrverandi eiginmaður hennar Rósant Gretarsson, Hjördís Dröfn, maki hennar Alfred B. Þórðarsson og Játvarður Valdimar, sambýliskona hans Irma Sigurðardóttir. Fjölskyldan stækkaði síðan með árunum og urðu barnabörnin 9 og barnabarnabörnin eru einnig orðin 9. Árið 1995 skildu leiðir Lóu og Vilhjálms. Lóa var skamma hríð við fiskvinnu í Hafnarfirði
en að öðru leyti einskorðaðist ævistarf hennar við heimilis- og bústörf á Miðjanesi. Seinni árin bætti hún ferðaþjónustu við starfsemina og rak þar bæði tjaldsvæði og heimagistingu. Hún hætti hefðbundnum búskap árið 2015 en eftir að hún flutti frá Miðjanesi að Reykhólum árið 2016 hélt hún áfram rekstri heimagistingar, þó í minni mæli en áður. Þeim rekstri sinnti hún allt þar til heilsan brast haustið 2020. Lóa var stolt af því að hafa verið bóndi í yfir 50 ár og á þeim langa starfsferli tók hún sér margt fyrir hendur sem á þeim tíma þótti frekar á færi karla en kvenna. Hún var óhrædd við krefjandi verkefni og hafði fullt vald á bústofninum. Lóa var mjög félagslynd að eðlisfari og vinamörg. Hún hafði gaman af því að sækja menningarviðburði og skemmtanir. Hún hafði yndi af söng og dansi og var í kirkjukór frá unga aldri. Auk þess sem hún söng með fleiri kórum síðar á ævinni. Lóa lét sig félagsstörf varða og var virkur félagi í flestum félögum í sveitinni. Hún gekk ung í ungmennafélagið og í kvenfélagið þegar hún var aðeins 17 ára. Síðar tók hún virkan þátt í starfi búnaðarfélags, hestamannafélags, félags skógarbænda á Vestfjörðum, félags ferðaþjónustu aðila á Vestfjörðum og Lions klúbbs, svo það helsta sé nefnt. Hún sat oft í stjórnum og lét víða til sín taka. Hún var fyrsta konan til að vera kjörin fulltrúi á aðalfund stéttarsambands bænda, sem þá voru hagsmunasamtök bænda og voru þau Lóa og Vilhjálmur jafnframt fyrstu hjónin til að vera kjörin samtímis á þessa fundi. Lóa lét sig stjórnmálin einnig varða. Hún var í nokkur skipti á framboðslistum Alþýðubandalagsins og síðar Vinstri grænna. Hún tók þátt í framboðum fyrst og fremst til þess að styðja þann málstað sem hún trúði á, en hafði sjálf ekki áhuga á pólitískum ferli. Ein kosningabarátta stóð þó sérstaklega upp úr þegar Vigdís Finnbogadóttir bauð sig fram til forseta. Þá lagði Lóa sitt af mörkum af miklum krafti, ók víða með plaggött sem hún hengdi upp og var ötul stuðningskona í kosningabaráttunni. Það skipti hana sannarlega máli að Vigdís næði kjöri. Lóa var glaðlynd að eðlisfari en jafnframt ákveðin og fylgin sér þegar því var að skipta. Hún hafði oft sterkar skoðanir á mönnum og málefnum og var ófeimin við að láta þær í ljós. Hún þoldi illa óheiðarleika og leti en bara sama skapi mikla virðingu fyrir dugnaði og þeim sem komu sér áfram af eigin rammleik. Lóa hafði gaman af lífinu og kunni svo sannarlega að njóta þess. Hún var mjög frænd og ættrækin, fylgdist vel með fólkinu sínu og gladdist yfir sigrum þess, jafnt sem hún studdi það í mótlæti. Hún var stolt af fjölskyldu sinni og fátt gladdi hana meira en þegar fólkið hennar kom í heimsókn. Hún hafði einnig gaman af því að heimsækja sína nánustu og ræktaði þannig tengslin þrátt fyrir að fjarlægðir væru oft miklar. Barnabörnin voru henni sérstaklega kær og flest þeirra dvöldu hjá henni á Miðjanesi lengri eða skemmri tíma. Þau eiga margar góðar minningar ömmu sína og allar ævintýralegu ferðirnar sem þau fóru með henni.
Lóa var sannur vinur vina sinna og lagði rækt við vináttusambönd sín alla tíð. Hún átti djúpstæðar og langvarandi vináttur og hélt sambandi við fólk með bréfaskriftum á yngri árum og síðar með símtölum. Hún var greiðvikin og hjálpfús og lá ekki á liði sínu ef hún gat orðið vinum, ættingjum eða nágrönnum að liði. Hún var mannblendin og ófeimin við að gefa sig á tal við ókunnuga og átti auðvelt með að mynda ný tengsl. Lóa hafði einstakt lag á að láta hlutina gerast. Hún beið ekki eftir því að tækifærin kæmu til hennar, heldur skapaði þau sjálf. Eitt sinn langaði hana mjög mikið á þuklaraball í Sævangi. Dætur hennar voru hjá henni í heimsókn en hvoruga langaði með henni í þetta skiptið. Hún lét það þó ekki stoppa sig, sótti lambalæri fristinn og bað þær að hafa til hádegismat daginn eftir klukkan 12. Sjálf tók hún með sér tjald og fór á ballið og mætti svo í lambalæri á hádegi daginn eftir. Hún kunni svo sannarlega að lifa lífinu lifandi. Lóa var náttúrubarn og lét sér annt bæði menn og málleysingja. Hún hafði gaman af hestamennsku og stundaði hana af kappi nokkurt skeið. Eitt af því sem veitti henni hvað mesta gleði var að fara í berjamó á haustin. Þar gat hún unað sér heilu og hálfu dagana með nesti og naut þess sérstaklega ef einhver fékkst til að slást í för með henni. Berin nýtti hún í ýmiss konar sultutau og seldi það sem hún hafði ekki not fyrir sjálf. Hún hafði einnig gaman af ferðalögum, bæði innanlands og utan. Þegar hún hafði loks tækifæri til að ferðast utanlands á efri árum, nýtti hún það vel og naut þess sérstaklega að sækja heim sólríkari lönd yfir vetrartíman. 70-afmælið hélt hún í Las Vegas og 75 ára afmælið á Möltu. Lóa var góð og umhyggjusöm móðir, hlý, en jafnframt ákveðin og kröfuhörð. Eftir að börnin komust á fullorðins ár, þá bauð hún upp á djúpa vináttu, skemmtilegan félagsskap og hún leitaðist við að vera til staðar þegar þurfti. Hún hafði einnig í gegnum árin tekið að sér fjölda kúasmala, oft systkinabörn, frændfólk eða börn vina. Þeir fengu að kynnast sömu Lóu og börnin hennar, hlýrri en ákveðinni, þar sem droll var ekki í boði. Margir þeirra héldu sambandi við hana alla tíð og heimsóttu hana jafnvel eftir að hún flutti í Barmahlíð. Lóa var alla tíð heilsuhraust, líkamlega sterk og bjó yfir miklu úthaldi. Hún var ekki vön að kveinka sér og hafði mikið þol fyrir erfiðleikum. Seiglan í henni var einstök. Þannig hélt hún eitt sinn áfram að sinna bústörfum í 3 vikur eftir að hafa misstigið sig, áður en í ljós kom að hún hafði í raun fótbrotnað. Í september 2020 fékk Lóa alvarlegt heilablóðfall og annað fylgdi fáeinum vikum síðar. Í kjölfar áfallanna missti hún mátt í öllum líkamanum og þurfti á mikilli umönnun að halda. Frá mars 2021 dvaldi hún á Barmahlíð þar sem henni var sýnd mikil umhyggja og alúð, allt til æviloka. Við leiðarlok þakklæti í huga fjölskyldu Lóu. Þau senda hjartans þakkir fyrir góða og hlýja umönnun á Barmahlíð. Og loks, þegar móðirin lögð í mold, þá lítur þú höfði og tár falla á fold.
Þú veist hver var skjól þitt, þinn skjöldur og hlíf. Það var íslenska konan sem ól þig og gaf þér sitt líf. En sólin hún hnígur og sólin hún rís og sjá þér við hlið er þín hamingju dís. Hún ætíð er skjól þitt, þinn skjöldur og hlíf. Hún er konan sem ól þig og gaf þér sitt líf. Lóa lést á dvalar- og hjúkrunarheimilinu Barmahlíð á Reykhólum 18. ágúst síðastliðinn. Sofnaði hægt og rótt inn í himinn Guðs. Lóa lifði lífinu að fullu með þrá fyrir fólkinu sínu. Minningarnar öll ævintýrin lifa áfram. Þær eru ljós sem hverfur ekki, heldur fylgja okkur alla tíð. Í Rómverjabréfinu segir, hvorki dauði né líf mun geta slitið okkur frá kærleika Guðs. Það er mín staðfasta trú að Lóa hvíli nú í kærleiksríkum faðmi Guðs. Ég trúi því að hún sé nú á fallegum stað þar sem tekið var vel á móti henni og að á þessum stað munum við hittast aftur þegar lífið eins og við þekkjum það nú tekur enda. Við kveðjum Lóu héðan frá Reykhólakirkju í dag. Heimurinn er fátækari en dýrmætar minningar lifa áfram og gleymast ekki. Í bjartri von og í einlægri trú felum við kæra samferðað konu, móður, tengdamóður, ömmu, systur og vinkonu í arma miskunnar Guðs. Guð varðveiti útgöngu hennar héðan í frá og að eilífu. Amen. Hún bar þig í heiminn og hjúfrað að sér. Hún heitast þig elskað og fyrir gaf þér. Hún ávallt er vörn þín, þinn skjöldur og hlíf. Hún er íslenska konan sem ól þig og helgar sitt líf. Með landnemum sildúnum svarandi haf. Hún sefaði harma, hún vakt hún svaf. Hún þerraði tárin, hún þerraði blóð. Hún var íslenska konan sem allt á að þakka vor þjóð. Hún var ambáttin rjóð. Hún var ástkonan hljóð. Hún var amma svo fróð. Hallæri, hungur og fár. Hún hjúkrað og stritaði gleðisnaut ár. Hún enn í dag fórna sér endalaust mál. Hún er íslenska konan sem gefur þér allt sem hún á.
veist hver var skjól þitt, þinn skjöldur og hlýr. Það var íslenska konan sem ól þig og gaf þér sitt líf. En sólin hún hnígur og sólin hún rís og sjá þér við hlið þín hamingju dís sem alltaf skjól þitt, þinn skjöldur og hlýr. Það íslenska konan, þá trúar og vonar sem ann þér og helgar sitt líf. Við skulum sameinast í bæn. Við þökkum þér, kærleikans Guð, fyrir ljósið sem við okkur skín frá þér og heilugu orði þínu. Gef að við megum taka á móti því í hug og hjarta. Við þökkum þér á þessari stundu að þú gafst okkur Lóu. Við þökkum allt það góða sem hún gaf okkur með lífi sínu. Helgaðu og blessaðu allar góðar minningar ástvina hennar, styrk þau öll og veit þeim leiðsögn á komandi tímum. Í Jesú nafni, amen. Allar bænir okkar felum við í þeirri bæn sem Jesús hefur kennt okkur og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Við skulum rísa úr sætum. Jesús sagði, ég upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi.
Lóa, af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit Lóu, ó Guð, þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði. Amen. Góðu vinir, að athöfn lokinni verður kistan borin hér út og sett niður á búkka hér fyrir utan, þar sem ykkur gefst færi á að ganga að kistunni og kveðja. Ástvinir Lóu þakka samúð og vinarhug og bjóða viðstöddum að þiggja veitingar í íþróttahúsinu á Reykhólum að athöfn lokinni. Takið nú við drottinlegri blessun. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú nafni. Amen. Farið í Guðs friði.